Komið sælir góðir áhorfendur, mikið fótbolti í dag, dramatík á HM og það var einnig dramatík í Pepsi-deildinni 9. umferðin í dag. Milli HM-leiki og þeir eru hérna komnir Tómas Ingi og Magnús Gylfason strákar. Ertu búinn að jafna mikið á því Englendingar séu úr fallegur leik? Já, það er svona tæplega því að þetta var auðvitað mitt lið og ég hef alltaf haldið með Brasilíu og England og ég verð bara haldið með Brasilíu sem eftir er. Hvaða land sinna Rúni skoraði fyrir England? England, hann er búinn að skora sem ég held að sé með markaðustu manni í Englandi en ég hef ekki hvað langt síðan. Hann hefði betur gert 2-3 í dag til að komast áfram. Já, en við ætlum að bregða okkur í Kópavogi, byrjum þar 1383 áhorfendur voru á Kópavogsvelli þegar að Breiðablik sem var í 5. sæti tók á móti KR-ingum en KR-ingar voru í 9. sæti fyrir leikinn í dag. Blikar með sama lið og vann Fylki 4-2, 2 breytingar á liði KR og 1 sigur IBVF. Diago var middur og Gunnar Örd Jónsson fór á bekkinn. Bjarni Guðjónsson aftur með til leikbann og Kjartan Henry Finnbogason byrjaði inn á. Og það voru Blikar sem að byrjuðu af krafti. Hér kemur frábær sending inn og þetta er Kristinn Steindórsson eftir sendingu frá Naflasyni Jónssoni og Olgeir Sigurgeirsson þakkar pent fyrir og skorar hér strax í byrjun. Magnús, þú varst á vellinum, þetta var óskabyrjun Blikanna. Já, þeir byrjuðu af svakalegum krafti og það tók KR-ingar nokkrar mínútur að átta sig á að leikurinn væri byrjaður. Og þetta er vel gert í Olgeiri, fylgir vel inn í, hann var í liði Blika. Olgeir er að koma sterkur inn, skoraði líka daginn þegar hann fékk sénsinn. Gríðarlega öflugur og hér er það KR-ingar, þetta er Baldur Sigurðsson, Ingvar Kali í markinu, Ingvar nær að verja. KR-ingar unnu IBVF 1-0 í síðustu umferð og leikur þeirra auðvitað verið svolítið brotakenndur á undanförnu. En þeir voru byrjaðir að svara þessu hér strax og þetta er Alfreð Finnbogason, hann með fína sendingu og hér kemur Kristinn Steindórsson með skot en þetta er rétt framhjá. Fín sókn líka, kraftmiklir þarna fram á við og þeir eru enn að sækja. Hér kemur sendingin inn á Kristinn. Kristinn fer þetta laglega framhjá þeim og hann með skot yfir markið. Það er eins og einhver ójafna hann í vellinum. Setja hann þarna út af sporinu og Kristinn kom í dauðafæri og þarna voru KR-ingar hefnir. Guðmundur Kristjánsson með sendingun á teginn og enn eru Blikarnir að sækja. Alfreð Finnbogason en hann er ekki að skora. Þetta eru miðjan hálfleikinn. Hér er það KR-ingar. Björgúlfur Takefúsa með skot sem að Ingvar Kali í markinu nær að verja. KR-ingar hrestust mikið eftir þennan kaflaðan. Hér sjáum við frábæra sprett og þetta er glæsilegt mark hjá Viktori Bjarka. En aðdragandinn að þessu Magnús Gylfason glæsilegur. Já, hann var alveg frábær og það var mun lengra sem ég hefði viljað sjá þetta mikið aftar þetta mark. Þetta voru svona 10-15 snertingar á milli manna og sendingar sem endaði með þessu gullfallega marki. Óskar Örn Hauksson með hotspyrnu, boltinn hér inn á teginn og hér er Björgúlfur í dauðafæri, fiskréttar og síðan Björgúlfur, hann grípur höfuðið. Þarna voru Blikarnir heppnir. Og hér er þess að Kári Ársælsson fyrirlið og Lars í markinu hjá KR ver. Kári ætlaði að taka svona létta HM-sveiflu á þetta og skjóta þetta boltanum á nærstöngin en sá norski verði. Bjarni Guðjónsson með hotspyrnu fyrir KR og hér má ekki litlu muna að KR-ingar nái að skora. Líflegur leikur og hér er það Finnur Orri, sendingin á Kristinn Steindórsson. Skúli Jón fylgir honum og Kristinn sleppur fram hjá honum, sendir boltanir út í teg og þetta er Alfreð Finnbogason en á 11. stunduna á KR-ingar að komast fyrir þetta og bjarga. Guðmundur Pétursson kom inn á 60. annarri mínútu. Hér sjáum við þrumuskot frá honum en þetta er glæsileg markvarsla. Flott tilþrif. Flottir, Gummi kom inn á og hresti mikið upp Blikalið sem var frekar down þegar hann kom inn á. Og hér er það KR-ingar og þetta er Björgúlfur Takefúsa og boltinn fyrir stöngina. KR-ingum alveg fyrirmunið að skora. Skúli Jón með skotið en fjölmargir Blikar þarna í vörninni ná að bjarga þessu. Og hér eru Blikarnir að sækja. Hér er það hörku skot og boltinn er ekki í farin og sjáum þetta aftur. Þetta er ótrúlegt mark, Magnús. Þetta er náttúrulega mjög skondið mark. Gummi er bara að renna sér fyrir í tæklingu og nær að tækla bolta svona skemmtilega yfir og í markið og þetta var náttúrulega, með skondina mörg svo ég sé. Já, þetta mark kortir yfir leikstók og þetta er stórkostleg markvarsla frá Ingvari Kali. Góður skallur frá Grétari. Boltinn á leiðin í markið en Ingvar að vera meistarlega. Og þá Kristinn Steindórsson, hann er hér með boltan. Grétar til varnar, sendingin inn á teginn og hér kemur Alfreð og nær boltanum og hann með skot en Skúli Jón náði að komast fyrir þetta og bjarga þessu. Jökull Elísabetarsson með hotspyrnu, KR-ingar hérna í vandræðum með að koma boltanum í burt og síðan er Andri Jeómann með þetta skot, hann kom á bekknum, Andri Jeómann
sprækur strákur, frískur og skemmtilegur og hann með þetta skot og boltinn framhjá. Guðmundur Reynir og boltinn út og þetta er Björgólfur takað Húsa en Elvar nær að bjarga og síðan kemur Baldur Sigurðsson í úrvalsfæri og við sjáum það hér á viðbrögðum KR-inga trekk í trekk að þeir eru ekki kátir með það að hafa ekki náð þessu og hér er Ingvar með úthlaup sem að hann er ekki alveg sáttur við, sjáum hvað eru margir þarna inn á þessum bletti. Hér eru við í blá lokinu og úrslitin síðan ráðinn. Breiðablik sigrað með 2 mörkum gegn 1 KR-ingurum í 2-0 í fyrra og frægur liðanna í Frostaskjólinu í fyrra sem að Blikarnir komst í 2-0 en KR vann 3-2. Magnús Gylfason, þú varst á vellinum, þitt mat? Mitt mat var svolítið spes með þessa mynd því að ég upplifði leikið þannig að Blikarnir kom með miklu krafti, skora mark en eftir það riðlaðist leikur þeirra þó nokkuð. Óli var að spila, ég fannst að vera svona einhvers konar tígulmiðja. KR er búið að breyta í 4-3-3 með Bjarna, Baldur og Viktor en mér fannst alls ekki ganga upp baráttan á miðjunni á Blikunum og urðu undir og KR stjórnaði leiknum fannst mér ná að jafna, skapa sér þó nokkuð á færum en Blikar alltaf hættulegir. Sama var upp á teninum í seinni hálfleik þar til að Gummi P kemur aftur inn á og þá breyta þeir aftur í 4-3-3 Blikarnir og þá fannst mér að ná aftur tökum á leiknum og skora þetta skondna sigurmark en fenguðu reyndar önnur færi og KR fékk líka bæði færi til að komast yfir í stöðunni 1-1 þó nokkuð mikið af færum. Mér fannst þetta sennilega einna betri leikju KR í sumar fótboltalega séð, auðvitað fengu þeir ekki stig og þeir hafa líka verið lélegri eins og móti Eyjamönnum en fengu öll stigin þar þannig að þetta er ekki alltaf sanngjarnt en mér fannst hérna KR-liðið betra heldur en Blikarliðið í dag þrátt fyrir það. Fyllilega sammála að KR er að spila vel og þetta er, ég er búin að sjá nokkra leiki með KR og þetta var fínn leikur hjá þeim og sáum það bara sem færum sem þeir að fá að það er rýr uppsker að fá ekkert út úr þessu leik með hvernig þeir voru að spila. Já, ég allavega eins og ég segi, mér fannst þetta, þeir voru að spila þarna sama og þeir gera móti Fjölni 4-3-3 með Viktor Bjark á miðjunni sem ég held að sé nú besta staðan hans. Hann áttur engan glansleik í dag en allavega stjórnuðu þeir miðjunni. Þeir virtust hafa hann alveg í hendi sér Bjarni, Baldur og Viktor. Síðan þegar Óli breytir, á svipuðu tíma Óli breytir í 4-3-3 og fjölgar á miðjunni, þá er KR orðið svolítið desperate á að skora og fara í 2-4, setja Kjartan í sentirinn og Gunnar Örn á kantinn og Viktor út af og þá voru þeir eftir Baldur og Bjarni á miðjunni og þá fannst mér Blika stjórna alveg miðjunni. Þetta var svona baráttan á miðjuna. KR hafði yfirhöndina megna leiknum en nýttu sér það ekki en voru að stjórna spilinu nokkuð vel en náðu ekki að nýta sér það í dag. Já, við minnum á mörkin að 365 endilega verið í sambandi við okkur og látið okkur vita hvað ykkur finnst og einhverja spurningar til þeirra Magga og Tóma. En það var nokkur atvik í leiknum, það var svona hiti á hliðarlínunni þarna í nokkur sinnum í dag í leiknum og Blikarnir voru búin að biðja skiptingu. Hér fá þeir möguleika á innkast og taka reyndar innkastið. En okkar ágæti myndunartökumaður er eðlilega að fylgjast með skiptingunni og hér er Ólafur Kristjánsson ekki ánægður með þetta, vildi þarna að leikurinn héldi áfram. En Ólafur hérna foxýtur við aðstofadómarann. Ekki par ánægður. Nei, Óli var greinilega búinn að biðja skiptingu, svo gerist þetta atvik að þeir fá innkast og ætla að taka það snöggt og úr verður að Óli verður alveg brjálaður. Ég held nú að hann hafi séð að sig fyrir resti að auðvitað getur línurinn ekkert annað en tekið skiptinguna. Óli vildi kannski myndi lesa í leikinn að hann myndi bíða bara með hana eitt augnablik og... Já, við sjáum að Óli líka átt að segja þessu og biðst afsökunar á þessu en þetta er svona í hita leiksins og sýnir kannski stemminguna sem var á hliðarlínunni. En það gerist líka svo sem ýmislegt hinum megin. KR-ingar er ekki alltaf sáttir við það sem var að gerast inn í leiknum. Við skulum aðeins kíkja á atvikulleiknum. Hér er Erlendur að dæma aukaspyrnu og Logi Ólafsson, þessi dagfarsbrúður maður, hann sá nú ástæðu til þess að eiga hér orðastað við Erlend. Já, ég held að hann sé að ræða einmitt atvik sem við sjáum kannski eftir þess að KR vildi fá vítaspyrnu en ákveður bara að taka í hendur á hann og klára þetta. Þetta séum við að Logi velur balinn á kurteis og þeir takast í hendur. Já, það er alltaf stutt í gríni og Loga. Já, en kannski, við skulum aðeins kíkja á það að KR-ingar vildu fá vítaspyrnu og við skulum kannski skoða það. Já, ég held að Logi hafi verið að pirra sig á þessu atviki hérna. Hvað segir þetta? Ég held að þetta sé ekki vítaspyrna. Ég reyndar að sjá hann kannski betri hægri endursýningu. Hann fær bolta, missir hann er auðvitað sett þrýstingur á baki á honum. En ég get ekki séð að þetta sé vítaspyrna. Hann er bara að taka á móti boltar og svo hendur hann sér allt og segir nei, engin vítaspyrna í mínum huga. Hvað segir Dómari? Nei, ekki neitt. Nei. Segir sérfræðingur? Já, ég er vítaspyrna sérfræðingur. Þetta var ekki víti þarna? Nei, mér fannst það ekki. Ekki veit ég hvort við erum með einhver önnur atvik úr þessum leik en þetta var fjörlegur leikur og leikið með fínar aðstæður en við skulum
held ég kíkja á eitt atvik í lokin. Vakti athygli mína hvernig blikarnir fögnuðu þessu í lokin. Kári hér að tala við blásarasveitina og stuðningsmennina og biður þeim að halda áfram. Og hér eru þeir að fagna. Magnús, eru þeir að fara að nýma í strikki? Eru þeir að svona gera lítið úr Kári eða er þetta bara taumlaus gleði blikarna? Ég held að ætlaði það bara þessi taumlaus gleði blikarna en þetta var eitthvað sem tóku Kári í matinn eitthvað. Ég var að reyna að hlusta hvað þeir voru að syngja. Hann fékk trommarana og þá sem voru upp í stúku áhangandi til að spila undir og svo sungu þeir þarna 1-2 lög og dönsuðu og trölluðu og er það ekki það sem við viljum sjá? Gleði? Erum við ekki að hrósa Maradona og Argentínu fyrir að kyssast og hoppa og gleðjast? En það er ekki bara besta mál. Við skulum láta Kára Afsalsson fyrirliða að svara þessum gleðinni. Vildi svolítið sýna stuðningsmönnum okkar sem voru virkilega flottir í dag að einmitt þetta skiptir miklu máli og skilum við Káringana 9 stigum eftir okkur og skellum okkur bara beint upp í toppbaráttu og þar viljum við vera og það er bara virkilega mikilvægt fyrir okkur sjálfa og þessi sigur er bara virkilega okkur kærkominn. Sanngjarn sigur? Við skorum 2, þeir skora 1. Það er nú oft svarað svona en ég veit ekki, það er erfitt að segja sanngjarn ekki sanngjarn. Þeir áttu sín færi og við fengum okkar færi, við skorum 2 og þeir 1. Já, sagði Kári Afsalsson. Við skulum heyra fleiri viðtöl eftir leikinn í Kópavoginum í dag. Já, ég er alltaf stoltur af liðinu og í þessum leik sýndu þeir virkilegan karakter eins og margir segja nú og ég vona að þetta sé svona síni mönnum að það er ýmislegt hægt. Og þegar við fórum að átta okkur á hvernig við ættum að spila mótið þeim þá fannst mér við bara miklu betri en það skiptir ekki alltaf. Ég meina við fengum svona svolítið sirkusmark á okkur og það skildi okkur að núna. Enn einn þungu sporin hjá þjálfaranum eftir tapleik KR á Íslandsmótinu. Já, þetta eru þung spor og við vissum náttúrulega að þetta er í strempið hérna í Kópavogi og við mættum hvergi sofna á verðinum eins og við vorum slæmir fyrsta korterið og 10-15 mínútur í byrjun leiksins vorum við bara ekki með. En svo náðum við jafna leikinn og vinnum okkur inn í þetta og spilum bara ágætlega og erum að skapa fullt af marktækifærum og meðan að þú ert ekki effektífur fyrir fram að markið og klaufi fyrir fram að eigin mark þá getur alltaf farið svona. Þetta var jafn leikur, bæði liði fá færi og ég hef verið að hrósa Káringur líka fyrir góðan leik. Mér fannst þeir spila eitt af besta sem ég hef séð að spila í sumar, kraftur í þeim og skiptu spilinu vel og þetta var alls ekkert auðveldur sigur og þess vegna er hann einkar sætur. Klaufaskapur á þínum mönnum? Já, ég tel að við eigum náttúrulega að koma í veg fyrir fyrsta markið erum við bara sofandi á verðinum og höfðum bara ekki hafið leik á fyrstu mínúndunum. En síðan náttúrulega þegar annað markið kemur það er náttúrulega bara að verða að hreinsa boltinn í burtu og yfir markmann. Þetta er náttúrulega lítur eins illa út og getur gert að fá svona mörk á sig og klúðra dauðafærum. Ég meina, við vorum alltaf að fá mörk á okkur í fyrra líka og en við skoruðum bara svo mikið, en við erum kannski ekki alveg að gera það núna og auðvitað getum við gert betur varnarlega líka en ég veit ekki alveg með þetta lokamark vegna þess að það var svolítið heppni í því kannski. Ég er ánægðastur með svona hvernig við unnum okkur aftur tilbaka í leikinn eftir að hafa í raun og veru misst leikinn svolítið úr höndunum miðbik fyrir hálfleiks og fram í seinni hálfleik. Að við náum þá að standa vaktinn í vörninni og sækja þetta mark sem var náttúrulega bara járnkalla mark. Og þið eru enn í vandamálum í neðri hluta deildarinnar. Sérðu þetta breytast eitthvað næstu? Já, auðvitað sé þetta breytast. Hver leikur er betri og við erum að vinna okkur vel inn í þessa leiki en einhvern veginn erum við ekki nóg að klára þannig að ég sé alveg góða tíma framöndan þrátt fyrir þetta verið mjög erfitt ennþá og við erum ennþá inn í bikar og Evrópukeppnin að byrja og það snýr þessu við í fyrra. Er þetta hundlegir þetta að þjálfa KR á staðinu? Já, það er alltaf gaman að þjálfa KR reyndar en það er ekki gaman þegar þú tapar. Mér fannst við betri í dag en þetta svona mark skildi okkur að og við svona klaufar að gangi ekki lagið eftir 2, 3, 4 dauðafæri. Tómas Ingi, KR-ingar voru þarna kannski dauðafæri að þétta þetta eins fara nær liðunum í öðru hlutanum. Tókst ekki en við Maggi sáum ákveðin svona ljósa punta í leik liðsins og Grétar er kannski að koma svolítið inn á það. Eiga með nokkuð örvænta? Nei, það er náttúrulega eins og mótið við spilast þá er þetta rosalega jafnt. Og þetta er ekki nema 3 leikir upp í toppinn ennþá og langt eftir á mótinu en þeir þurfa náttúrulega að fara að safna stigum ef þeir ætla ekki að vera í neðri helmingnum og vera með í partíinu þarna uppi.
Skulum aðeins sjá þetta mark aftur sem að réði úrslitum. Var eitthvað að koma í auðvitað þetta? Nei, það held ég ekki. Það Guðmundur Reynir bara að reyna að slá hann fram sko og markmaðurinn náttúrulega veit ekkert hvað hann á að staðsetja sig í svona mál. Þetta er bara grís eins og við segjum á góðri íslensku. Maggi, aðeins áður við kveðjum þennan leik að Blikunum. Nú voru þeir að sýna svona ákveðin styrk eins og að þeir lenda þarna undir í þessari baráttu á löngum kafla í leiknum en ná að vinna. Já, við tölum það síðasta þetta væri svolítið, hvað ég að segja, krúsíal leikur fyrir bæði lið. KR gat eins og Tommi kom inn á, hent sér inn í toppbaráttuna, en í staðinn fyrir eru þeir núna orðnir aftur 9 stigum á eftir efsta liði og Breiðablik ef þeir ætluðu að láta taka sig eitthvað alvarlega, alltaf þegar það hefur komið bæði fyrra og núna í ár, komið tími til þess að fara alveg að toppnum, þá hafa þeir tapaleik en svo mútið Grindavík daginn. Núna rífa þessu upp og vinna mikilvæga leik á heimavelli og sem ég finnst það vera rosalegu styrkur. En ég samt fer ekki dóna því, þeir voru í ákveðnu ströggli í leiknum í dag eða KR-lið var bara nokkuð gott, en þeir klára leikinn og eiga sína góðu kafla og fullt af færum. Aðeins kannski áður við ljúkum þessu leik, einhverju sem að þú vilt tína til sérstaklega sem voru að heilla þig? Já, Alfreð finnst mér alltaf að vera að spila vel, hann spilaði mjög vel í dag, var að búa mikið til og Kitty var mikið í færum alltaf? Já, Kitty var í færum, vörnin er svona, Kristi Jónsson var sterkur vinstri bakverðinum, Arnór hægri bakverðinum, ég var svona bara meira heildinn hjá Blikunum í dag heldur en einstaklega leikmenn en mér finnst Alfreð alltaf vera að búa mikið til. Og þeir voru að senda okkur hérna post að Blikarnir þetta fagnar svona eftir einhvern einasta sigurleik þannig að það var ekkert athugavert til þetta að segja þér. En þá skulum við fara næst